Umfang málana sem fjármálaeftirlitið hefur rannsakað í tengslu við hrun fjármálakerfisins kom starfsfólki stofnunarinnar á óvart. Skömmu eftir hrun var auglýst eftir 2 starfsmönnum til að starfa í 10 mánuði sem rannsaka áttu meint lögbrot en úr varð 15 manna deild sem nú hefur lokið störfum. Magnús Halldórsson. Bankahrunið í október 2008 þegar Landsbankinn, Glitnir og Kaupþing féllu eins og spilaborg á 3 dögum hefur með margvíslegum hætti dregið dilk á eftir sér og það á ekki síst við starfsemi fjármálaeftirlitsins sem hefur verið með 15 starfsmenn í vinnu við það undanfarin ár að rannsaka meint lögbrot í aðdraganda og eftir leik hrunsins. Á blaðamannafundi í höfuðstöðvum eftirlitsins í dag fóru Unnur Gunnarsdóttir forstjóri og Sigurveig Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri yfir afrakstur rannsóknarvinnu eftirlitsins. Fjármálaeftirlitið lítur svo á að nú sé rannsóknum á bankahruninu og málum tengja því formlega lokið. Samtals komu 205 mál upp úr kössunum við rannsóknir og þaraf fóru 103 mál til sérstaks saksóknara. Brotin eru margvísleg þegar þau eru heimfærð undir laga ákvæði, en algengustu brotin sem eftirlitið vísaði til saksóknara voru markaðsmisnotkunarmál, 18 talsins, 22 innherjasvikamál og síðan 47 umboðsvikamál. Unnur Gunnarsdóttir forstjóri segir að engan hafi órað fyrir því mikla umfangi sem einkennt hafi mörg þeirra mála sem eftirlitið hefur rannsakað, en þau brot sem teygja anga sína lengst aftur í tíman eru til ársins 2002. Unnur segir að sérstakur saksóknari sé nú með fjölda mála á sínu borði og það muni taka langan tíma að vinna sig í gegnum þau. Þetta eru tímafrek mál, það eru gerðar ríkar sönnunarkröfur og það ekki okkar hlutverk að reka á eftir þessum málum. Niðurstaða fyrir dómstólum hefur aðeins fengist í broti af þessum heildarfjölda sem fjármálaeftirlitið hefur kært eða vísa til sérstaks saksóknara. Niðurstaða hefur fengist í 9 málum, 18 eru í ákærumeðferð og 65 mál eru enn til rannsóknar. Rannsókn fjármálaeftirlitsins á aðdraganda bankahrunsins lokið. Eftirlitið skoðaði rúmlega 200 mál. Frá bankahruninu hafa alltaf 15 starfsmenn unnið markvista rannsóknum á meintum brotum tengdum hruninu. Þetta eru mál þeirra sem fjármálaeftirlitið átti á þeim tíma að hafa eftirlit með. Fjármálaeftirlitið hafði eftirlit með þessum sömu fyrirtækjum sem að ræðir. Þannig að það eftirlit brást? Já, ég er ekki rétta manneskjan til þess að tjá mig það er hægt að lesa það í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis til dæmis. Eftirlitið skoðaði rúmlega 200 mál, helmingur þeirra var felldur niður en hinn helmingurinn fór til lögreglu eða sérstaks saksóknara. Þar hafa fleiri mál verið felld niður og líklega hefur aðeins verið ákært í 5 þessara mála. Enn sem komið eru þau, ég hef ekki nákvæma tölu, þau eru ekki mjög mörg. En þeir skoðið 200 mál, fellið sjálf niður 100 og þeim fækkar líka hjá sérstökum saksóknara, niðurstaðan hingað til líklega 5 ákærur. Er það ekki rýr eftirtekja? Það er ekki útséð það ennþá hvað verður þegar upp staðið. Það tími verður að leiða það ljós. Við sjáum það bara næstu misserum. En hefðu þið viljað sjá ákærur í fleiri málum? Já, það leit út á tímabili fyrir að það kæmu fleiri ákærur fram fyrr heldur en raun hefur orðið á. En við höldum ekki það verkefni. Og nánar verður rætt við Unni Gunnarsdóttur, forstjóra FME í Kastljósi strax að loknum fréttum.